Jæja, góð kvöldið. Jæja, góða kvöldið. Nú misti ég fyrsta leiknum. Og hvað sopna upp í rúmið því ég var að svæfa, en ég mætir. Þegar ég sá hérna hvernig fyrsti leikurinn fór, þetta var nú ekkert svakalega fallegt. Hvernig fyrsti leikurinn fór, þetta var nú ekkert svakalega fallegt. Hvað? Jók. Hvað segirðu Viki minn? Erum við ekki að fara að taka leik bráðlega? Herði, við þurfum eitthvað að safna í liði, sko. Ég held að allan þessi Víkjons og Inger eru eitthvað að þrá þetta. Já, við þurfum að spila eitthvað. Að Tiny Cootie eða eitthvað sliðis. Ég veit ekki hvort hans er komin í eitthvað annar lið. Tiny Cootie? Já. Nei, það held ég nú ekki. Þegar ég er komin í Big Stage hérna, ég er að streyma hérna Get Me Out og Haflið Junior Carry Your Feet. Eða Hafliðið. Móti hverjum? Það varst að horfa á fyrsta leikinn. Það er Ingmundur og Kó, sko. Á móti Chromium, Beefy, Palla, Axel og Undergallum. Nú er þetta nummer 2 leikurinn. Þessi leikur nummer 2 núna, já. Já, ok. First pick Magnús hjá Get Me Out. Það er ekki bara að kasta þessu með mér hérna. Jú, því ekki. Mereska has arrived. Dark Willow, Hafliði pekka Dark Willow. Þetta er svona Axel heitja. Signature heitir hans Axels. 10 seconds. Blessaður þetta. Já, ég sett sopnaði hérna þegar ég var að svæfa. Ég var svolítið sett, sko. Þegar ég þá var hérna að ná mér upp. Það var bara henda okkur í gangi hérna. Eða bara Kottul ekkert að fara að spá. Hann náttúrulega fekk leik áðan en samt ekki alveg Já, leik. ég sá hérna aðeins hjá honum Berg, sko. Það virtist nú ekki að geta gert mikið í þessum leik, sko. Það þarf að segja Kottulinn hvað var 3-14 eða eitthvað. En ok, Dark Willow og Lidge, þannig að það er svona þokkalega stert pick hjá Hafliðið. Var þetta Kotl Core? Getur einhverju í chatinu sagt mér frá því? Ég var ekki komið svo snemma í leikinn. Nei. Ég gíska ekki með að við farmið sem ég sá á manninum. Þannig ég vona það allan ekki fyrir hans sög. Aha. En ég sá að Hope og Harry var ansi. Var þetta Kottul mitt? Herðu, þetta var ljótt sagt hérna. Ús, ok. Seconds. 5 seconds. Þetta liði náttúrulega eitthvað annað, sko. It is Radiant's turn. Já, þeir eru að leika sig eftir hérna Warlock leik sem ég sá Já, í ég gær. bönni voru Þetta lokal núna. Þetta buff fest sem var í gangi, sko. Þetta var eitt af svakalstum ég séð. Þetta er eitthvað sem að þessir menn eru að stratta bara og búa til eitthvað svona
dótina bara af og til Já, eins leiðilegt maður finnst þegar leikinni verða svona one-sided þá fannst mér þetta Warlock strat alveg bara mjög áhugavert sko. Já, ég vil sjá meira svona stratt eitthvað svona frá þeim, ekki að vera að taka eitthvað svona basic stuff þar sem að þeir eru bara að rúlla yfir menn, heldur meira að sína eitthvað svona skemmtilegt alltaf. Já, ég er sammála því. Hefði alltaf að vera í þessu. Ég er sammála því. Þeir banna hérna, Get Me Out banna Terrorblade og Silencer. Pudge bannaður. Seconds. Enda kall snæperinn ennþá í púlunum náttúrulega sko, Remain. hættulegt. Já. Hvað til? Hvað til við það? Þessi maður situr hann öskrandi að biðja þetta sko, It's time to pick. trúi ekki öðru. Radiant must choose. Það er Endurlord, þetta er Palla Endurlord offline. Ekki nema að sé endakallinn. Hvernig var, getur einhver frætt mig hérna í chatinu, hvernig leinin voru hjá Hafliðið síðasta leik? Axel og Beefy voru vantarlega supports. Það endakallið að Sand King, það var offline eða ekki? Jó, Kottel mitt og Chromium væntanlega Já, safe. já, einmitt. Já. Liðið hans Chromium sko, það er í gegnum þessar keppnir sem við höfum haldið sko, það hefur alltaf byrjað frekar abysmali sko og síðan endar hann alltaf að fara í úrslitin sko, þannig að kannski fyrsti leikurinn er örugglega ekkert endilega það sem koma skal. Ég vil sjá eitthvað að vinna þetta Get Me Out sko. Æ líka, vera að spamma mig á Já. Herri, ég fer í hinn leikinn, þannig ég get allan verið að halda taps á honum. Þannig að maður getur verið að heyra Já, allan fínt, í það fínt, það fínt. Supercell og Cozy Boys. Það geti allan að gefa allan að status og hvernig er að ganga þar. Já, sko, ég hugsa að ég hoppi sinn yfir hann þá bara með delay sko. Ok. Ég fæ að pressa hérna, það er pressa. Skipta Það verður að búast við að þessi leikur sé að fara að enda fyrir en hinn allan heyri á þér. Já, ég held að það sé bara nokkuð. Þetta er Omni Knight Core eða? Undying Healers. Þetta undi offline. Málið er að það er ekki hægt að predikta neitt hjá sem Get Me Out gæjum. Nei, ég Við veit það. getum verið að segja hluti hérna og svo 10 seconds. fara allir sem ennur að geta að spila þessi heitir sko. Midbane. 5 seconds. Midbane segir. Nei, ég veit ekki mér. Cozy Boys eru að fara að taka Get Me Out. Heyrðum það fyrst í chatinu. Það er endar alveg Liðið Alveg mitt sterkt lið. útlagar, eiga náttúrulega alveg eftir að taka leik sko. Og það er okkar lið. Mér finnst eiginlega við erum að taka bara fyrsta leikin á móti þeim sko. Já, Það er best að láta negla sér niður í jörðina fast og vandlega Já, og svo tökum við að restan í leiknum. Við förum bara í eitthvað mjög einfalt eða ekki, við þurfum nú ekkert að flækja hlutina. ég held að við erum að bara maður þarf einhvern veginn að finna Þetta eitthvað verður- mím á móti þessum mönnum sko. Þetta voru Crystal Maiden, Juggernaut, Safe Lane og eitthvað svona. Já, og meina bara að taka safe pick á þetta. Já. Axe, Offlane. Mér líður eins og þeir sem hafa verið nálægast þessu eru bara, þú veist, ef maður hendir í eitthvað teamfight vombo á það sko. Þú veist að það er svona eina leiðin til þess að þú ert ekki að fara að outfarma þessa menn sko. Menn er heldur ekki að fara að finna lanes nema maður sé með eitthvað, veist, kombo, held ég. Já, En það er nú ekki þetta búist í því að
Það er lið með Archon Legend og Ancient sé að fara að vinna einhverja leinumóti í Mortal-leikunum sko. Og það getur allt gerst. Ok, Chromium BL. Úff. Mótið Magnus slæðin uppi samt eða? Ég er ekki nóg fróður í þessum leik til þess að geta sagt til það hvort að... Líka náttúrulega Omni-ultíðin sko. Já, Tombstone. En hann DK. náttúrulega bara að fara að sjarta sig í gangi sem maður. Jú. Ekki sé Chromium spila rétt, þá er hann ekki að fara að pusha át, hann er bara að fara að góa inn endalaust, eins og hann að langþráði leikunum sem var hann daginn. Já, það var öfugt. Hver var að spila hann aftur? Það var það var ekki Daniel. Nei, það var Consequence, það var Consequence. Það var Consequence sjálfur, það er satt. Hann er örugglega hérna inni að hlusta, hugsaði. Já, kudos. En ég hef kastað leik með Chromium þar sem hann er PL og það var bara svolítið mikið 1v5 sko. Já. En ég held að hann hefði samt unnið leikinu á endanum. Nei, ég man það ekki. Þessi maður getur alveg karrið að leiki þessi Chromium sko. Já, ef hann fær tíma. En Get Me Out með rosa mikið mid-game line-up finnst mér sko. Tombstoneinn og Omni og Böin, þetta er allt rosa sterkar hetjur þannig í kringum mid-game. Já, það er alveg satt. Það sem ég teki eftir hjá þeim, það sem þeir eru í öllum sínum leikjum þá rosalega oft að fara bara þessa TP-boots og eru reyna bara að vera að eignast allt mappið. Já. Og eru bara að kefja hitt liðið þangað til að þeir eru bara búin að átforma það mikið þannig að hinn getur ekkert komið tilbaka með stöð sko. Það fer einhvern veginn allt úr böndunum hana rétt eftir leiðningstæki. Nákvæmlega. Þegar þeir eru bara búin að taka yfir allt mappi og það er eitthvað með rosalega erfitt eitthvað fyrir að hitt liðið að finna farma. Last Big Snapfire. Þetta hlýtur að vera eitthvað mitt sko. Það sér eru með heal í kúki líka, ég veit ekki hvað þetta er örugglega örugglega mid-snap eða hvað. Já, mid-snap. Þetta getur alltaf ennþá að spila Magnus mid sko. Nei. Það er snæperinn. Það er snæperinn, hérðu, tjúl kólaði þetta. Gummi var náttúrulega hérna í gærkvöldi að kasta með okkur sko. Já. Er þetta carry undying eða? Sko, ég vil með hérna POS 1 Omni sko. Nei, býtu hvað er? Nei. Þetta er offlane Bane eða? snappin. Nei, offlane snap já, offlane snap. Offlane snap sko. Og örugglega þetta er svo erfitt að gíska sem menn, þessi menn spila öll leinustu sko. En ef við miðum bara við gerdagina þá er Hobo offlane snap. Ingmundur mid-bane eða? Já, og þá væri allavega hvað þetta er hana Unusual Leprechaun sama með hann offinu við ættum að taka hvernig þetta var í gær sko. Það væri mjög steikt lane fyrir mig. En ég veit ekki hvort að það séu að Ég mista skemmtilega, þetta er sko carry undy. Þetta er carry undy sko. Já. Ég byrja Undying sama með Omni. Sko ef við erum að fara að ná að giska á leinina, það er svakalegt sko. Það eru heal bombur sko, alls konar skemmtilegt í gangi. Synergy. Við með fína sýningu hérna. Prepare yourselves for the main event. Myndarseringu. Endakallinn Quelling Blade, Tango, Slips of Agility, Circlet. Oh, don't mind me. Beefy með orðið. Going about her business. Palli, hann er búinn að spila Nova Underlord. Það er ekkert unconventional hérna í byrjun. Axel í beinni frá Berlin. Sage's Mask, Tango. Það er að rusha Tranquil Boots eða eitthvað. Já, nei, sko þetta er líka bara mjög fínt item til þess að halda mannin upp og náttúrulega vera að spamma Já. En það getur verið það eða náttúrulega Sol Ring. En ég hugsa Tranquil sko.
Shoutout á Axel fyrir shoutoutið á mig. Sér hann ef ég skrifa eitthvað hérna? Ef þú hendir í hvað er hana Olja, þá held ég að þið sjá það sko. Ingbundur offline byrjar að double circlet. Eru að tala um hóp og mitt snapp eða? Ég held það sko. Það er allavega itemlega að sé þá lítur út fyrir það sko. Mætti næstu að gera pól bara eftir drafti hvaða legin Já. fara á í þeirra liði sko. Maður þarf að gera svona. Ef einhvern er að giska það. Já. Maður skrifa þessar hlutir niður eftir streamið. Það er pólið sko í chati. Hver að fara að vinna og eitthvað svona. Og gíska hvað get me out leginin verða sko. Já. Þetta er kannski ekkert spurning um hver að fara að vinna, ég veit það ekki. Seconds to battle. Nei, náttúrulega sko Never had a chance. Gummi og endakallinn, hann náttúrulega er búinn að vera, hann er spilað með snæper ansi oft og sérstaklega innhási. Já, það er nú bara nýlega sko. Hann hefði nú þekktu fyrir fleiri hetjur en Snæper. Ég myndi aldrei segja að Snæper veri hans signature hetjur sko. Ég myndi ekki segja signature, en þetta er samt hetja sem mann bannar allan á mótunum og maður nennir ekki að spila mótur. Nei. Þeir ætla ekki að dýða það. Þeir ætla bara að gefa. To get here. It's time now for the final fight. Það eru skítrættir. Á einu rúni. Ekki nema Chromium náðu að stela hérna. Nei. Get me out ná 3 bounties og Haflið 1. Beautiful. Og það verður skemmtilegt að fylgjast með þessum leginum sko. Ég held sko að topplaunið hérna Bane og Magnús verði helviti leiðilegt sko fyrir Chromium. En hann getur náttúrulega dodge að skjúur með doppelganger og sjá hvað gerist. Í last to the nice. Fínt trade í gangi hérna. Snappir með 4 last hits. Nei, 5. Hvað er hann að skilla í fyrsta? Er ekki bara Q-ið til þess að secura? Lil Shredder og Scatterblast. Já. Axel og Omni Knight. Nei, fyrir ekki. Dubious og Sökkin aðeins byrjaður að pressa hérna. 8 DK stacks. Það verður að passa sig ekki að standa sko 2 hlið við hlið, þannig að ná að eldri Nei mitt, ná þessu double DK. Sneaky stack í gangi að hópa Harry. Efficiency is the name of the game sko, en hann er ekki að stacka. Riggir þetta hérna með Scatterblast. Ekki maður stopp. Chromium með 11 last hits, það er ekki challenge sem mikið í þeirri deild. Nei, hann er alveg að standa sig sko í þessum lasteitum. Og snæper er mitt, þetta er ekki eitthvað sem við sjáum oft á móti þessu liði sko. En sko þegar að Andy búinn að ná nokkrum DK stacks sko og Omni Knight er ónaður, færðu healbombun á þig sko sem gerir helvíti mikið damage. Og Axel er næstu í döður hana. 130 HP. Þetta er þetta double DK sem þau eru að leifa hann að hitta. Hann er með 2 level í soul rip líka sko. Já. En er hann að sustaina þessu? Úps, já. Upp á sí. Kom okkur öllum á órum hana og drap Axel bara hana með einu soul ripi.
Ég búin að taka eftir því að þetta er Ingi sem er að spila offlane. Hann er post 3. Já, beinin. Bane. Já. Einmitt. Hann er bara að taka fram úr í lastitinn, bara hægt og rólega. Já, hvað gerist eiginlega? Sko, hann er með 80 lastit, sko, hann er með 80 röllgjörns. Magnús tekur aðeins of mörg tárið sjá sig þarna, ég veit ekki hvað er í gangi. Ekki með aðeins niður. Ég held að Dúbíu sé bara í fínum málunum á móti Undying, auðvelt að hitta þessum DK X-áni, já. Hann er með 1 mango eftir. Mitt matchupið, Sniper með 24 lastits. Það er svona aðeins að vinna í þeirri dild. Þetta er bara helviti rólegur leikur með hvað við erum búin að sjá, sko. Yngvi tekur út Lich. Ég þarf eiginlega að venja maður að nota bara held ég annarkvort hetjunöfnin eða nicknamein, sko. Yngvi tekur út Beefy. Not so beefy anymore, haha. Magnús passir sig á að reyna að pota eins mikið í hann Brómim og hann getur. Það er hann frekar sterkur. Ágætt skjúer. Brómim á eftir. Doppelganger. Ok. Kemst út. Notar Hellpotion. Ekki mikið í gangi á miðinni. Endakallin level 6. Hope Harry líka. Það er bara spurning hvernig að nota ultið sitt. Fyrr. Herru. Topplinni er að verða ansi erfitt fyrir supportana. Og Beefy deyr aftur. Ulti poppaði Hope Harry. Hann deyr. Nei, fyrir ekki. Já, hann takaldur. Já, þannig er þetta. Og nú byrjar þetta. Er þetta ekki kunnulega sjón? Þeir bara svolítið svona Jú. stinga af núna held ég. Við þekkja náttúrulega bara powerspikeið sín svo rosalega vel. Oh no maður. Þetta er Magnús bara virðist vera svo sterkur sko. Level 2 skjúer gerir 170 damage. Þetta er náttúrulega sko, hann að Leprechaun er búinn að vera að halda honum lágum á leiðinu allan tíman. Og það er, veist, það er þess að þær uppbreytingi að geta solo-kill að Það var að góða Dúbí sport, en hann er með nógu á hoppið. Ef það lítið út fyrir það að Palli sem er með miklu meira hoppið sko, þá er með cirka svipað mikið. Já, það er þegar hann næri þessu double DK sko, það var bara næstu ekki að leyfa þetta sko. Brómim er komin jungle. Og Beefy þarf að lýtsa hérna XP top, Yngvi, þú veist, það mun ekkert vera, hann verður ekkert contestaður held ég, útleiðningshelsi. Beefy cancel þetta clarity hjá Leprechaun. Alltaf með sko level, hvað, 4, 3 og 5 og 6 á mótið þeim. Já. Já. Og hann er búinn að spotta hérna þessi vordurgla, það var renn út, þannig að spurning hvort hann sé að fá, hann var að eyða sentri núna. Hann fær ekki pening við þetta. Herru, það er Meteor Hammer á bein. Það er komið. Og þeir stefnaði að taka top 13 bara ASAP. Lichin, lítið hérna eitt level, baka döðin. Það var erfitt fyrir hann að komast tilbaka sko. Axel og Palli, hvað hans er hann að poti Dubious. Notar health potion og cancela það. Og Palli bara var beint í mekk. Og þarna er Ingjörnur a.k.a. Beefy í djúpum skít. Þetta
passa sig sem þessi pás 5 sko. Já, hann var náttúrulega að fá þetta XP sko út af því að Chromium var hann í jungle. Þannig að, en hann fekk hérna, hann fekk 1 level allavega og hann dó. Getur fyrir vera. Ég þekki þetta anskoti vel sjálfur þegar maður stendur aðeins svo lengi í leinin og óvart hendið bara í eitt og kipist 200 gull. Já. Sko. Það er klassíker sko. En hvað var svo sem annað að gera? Hann gæti stakkað en svo má hann ekki lítja þar heldur og Chromium vill fá solo XP. Alveg þetta er 6. Dubis komin í 6. Lappa og reyna að stakka og Mhm. reyna kannski að gera bara eitthvað með liðinu sinna á bot sko. Hann er ekkert að fara að gera nýtt hann á topp að reyna að halda sko. Dubis er að fara í Echo Saber, komin í Facebook Bracer, hann er alveg sterkur sko, Wond. Þetta Hérna. Echo Saber að koma ríkilega mikið inn í þessu patsi maður. Já, þetta var svona aðeins að detta inn í líka í sísta patchi, bara út af þessu mana regen sko, sem var að gera góð hluti fyrir eiginlega allar core hedger sem voru melee. Já. En svo náttúrulega er líka hvað er að 0,8 sekundna slow. Já. Svo limit til sem er rauð. Þú vilt það á undying sko. Já. Þú vilt henda Tombstone Lappa niður. Spurning hvort að fara í Radiance eða eitthvað svona annað skemmtilegt. Ég held að hann fari bara í right click sko. Ég held að hann bara Endakallin er að fá Javelin send, hann ætlar að fara beint í Merstram. sko, það er rétt að leiðin. Hann alltaf, ég man eftir því, hann talaði um það í gær. Hann Jú, ætti bara hann að fara talaði strax í farming itemið, ekkert eitthvað, hvað heitir það, Dragon. Já, en hann var að tala um það sko þegar þú ert að vinna leikinn. Já. Hann er samt ennþá, hann er að farma mest sko. Ég tjekka aðeins á networthinu, hún er búin að vera alveg, hvað, 6 kills, þannig að það geti alveg verið... Bane er eftir offlane'i hjá Get Me Out hefur alltaf verið helvítið sterkt í þessum leikjum sko. Ajakiro, Warlock og núna Bane. Það er eitthvað nýtt meta í gangi hérna. Það eru valið núna á hendur í 1 defensive ward og Bane byrjaði að pressa vel á fyrir 2. En með katapult með þessi sko, þeir verði eiginlega að fara að deffa hérna. Nú þarf að taka ógeðslega mikið á honum. Þeir missa nefnilega svo mikið map control og þeir eru að missa allir þessi turnar sko. Beefy. Já, auðvitað, þannig með þetta item hérna. Pigpole. Pigpolin. Þeir sitja bara fastar á miðunni hérna, endakallin og hópahöri. Snappa er komið með Maelstrom. Chromium færist nær hérna. Og Palli komið topp á Underlord. Þeir vilja setja stopp á þetta push hérna. Vandarlega Chromium sem er að segja að maður gera eitthvað. En þeir eru allir að deila XP hérna í kringum outpostið. Og meðan eru það bara að gefa botið sko. Já, þeir missaði botið held ég fljótlega. Það er katapult á leiðinni. Og sjáum hérna. En, já. Það er ekki lengi gert og svo klopsa á miðjuna. Já. Góð smók hérna. Fjendskrippn út af og snæperinn er ekki að gera neitt. Það er gummi. Ég get ekki sagt hvað maður á að gera á móti þessu. Það er bara, þeir náttúrulega eru núna á topp að reyna að gera eitthvað og meðan að taka mittið en þú veist. Sko ég veit ekki, nei ég veit ekki neitt heldur sko, ég er náttúrulega bara eins og segið sko. Þeir eru bara by far góður, svo góður í þessum leik sko, miklu betur en við. Þannig spurning, ég veit ekki, þeir verður bara að lifa af þetta midgame og hetjunum þeirra þurfa að koma online. En þú sér að þeir eru að spila þannig line-up sem bara einmitt. Ég veit ekki hvort það sé bara vision game að það bara vita nákvæmlega hvernig þeir eru að koma að rotate og allt þetta og góð. Þeir eru bara með svo sterk að spella hérna. Já. Þeir drepa Undying sko.
Og gott ulti, endakallin nær Hope og Harry. Beefy. Herðu. Æja, hvað nú? Það er Meteor Hammerinn. Hann er að drepa Beefy eða? Já. Fær XP líka. En hann deyr fyrir vikið. Endakallin fær helvíti mikið pening núna. Og PL fær pláss til að farma og network-lítið er samt bara minna en 1000 sko. Þannig að þetta er svona a glimpse of hope eins og við myndum segja á ensku. Ég myndi segja að allir fætar eru þeim beneficial sko. Já. Að Hope og Harry nær ekki skatteblastinu og það er 2-man RP. Hope og Harry, hann er ekki með spellan uppi, hann er að fata hann núna. En ok, RP notað og endakallið sleppur í bili. En þú veist, ég veit ekki, nei, þetta var eiginlega ekki þess virði held ég. Ég meina, hann var að deyja sko. Snæpur verður að fara að passa sér allt sko. Hann á ekki mikið HP. Gott ulti hjá Lich. Já, vel gert, ég held með þessu liði. Þeir eru að fara að fá meira. Ná tveimur, Omni-Knight og Snapfa er búinir í bili, ekkert RB til að svara. En Yngvi heldur áfram að pressa öll leinin með þessu Meteor Hammer og þeir ná einu við viðbútt, þeir ná Undying. Þannig að þetta er svona momentumið er svolítið að sveiflast í hináttina. Sko, þetta er allt gott með þetta hérna, en sko bara þegar ég klára þessa fight þá þurfa bara að fara að henda sér í objective sko. Já. Og svo að fara að taka mid-towerum sko. Ef þetta er leini pusha alveg frekar langt en þú veist það er alveg 30-40 sekundur í að menni spána sko. Og þú veist Snapp er búið með TP. Ég mista þessu. Undying fellur en Yngvi er komið með blinkdagger á bein og þeir halda áfram að spila saman og svona þá náðu þeir alltaf einhverju sko. En ef að endakallin er með leikmann í kringu sig þá kannski Ó, þetta er classic, sér það? Chromum með the next level play. Yngvi, hann á mana fyrir ulti. Hann veit ekki alveg hvernig hann á að taka hana. Þú verður að muna að ég sé allt svona 3 sekundum eftir að þú sér það sko. Já, ok, þannig að þú getur farið í gott sæti hérna þegar ég fer að öskra eitthvað. En hérna, þetta er heldur gott. Þetta er svona Ég getur mögulega hent kannski stream á Discordinu, þá er ég á sama tíma. Ertu að horfa á streamið eða? Já, þú ert ekki inn í lobbyinu? Ok, ég skil. Nei, ég nenni ekki að bræða tölvunum minna hérna sko. Já, ég er einmitt að hugsa það. Já, hann Chromum nær að doppelganga og velur eina hetjurnu hérna. Gullna fantónlæsinn hleypur í burtu og Yngvi fellur fyrir þessu bræði. Svona gott mindgame út í leikinn, endakallinn sér Hope og Harry hérna niðri. Pressar aðeins á hann, hörðu, hann tekur helvíti mikið á honum. Wow, og Palli finnur Hope og Harry. Sér reynir að tippi út, hann er rútaður og þeir taka hann út. En hvað er að gerast hér? Flott Lich ulti, Axel tekur út Yngva, RP notað á Lich. Endakallinn fer hérna í backlineið, ef það má kalla það. Og fær killið á Leprechaun með Magnús. Þannig að þetta er að snúast við og ef þú horfir á core-hetjurnar hjá þessum liðum að þá ef þetta heldur áfram að fara svona þá vinnur vantarlega Sniper PL á móti Já, þeir eru ekki með neinn alvörunni carry sko. Snappa er carry alveg gott en það er samt aldrei að fara hard carry á móti. Nei, þeir þurfa náttúrulega að vinna midgame sko. Já. Þetta er mýmið sem við vorum að bíða eftir. Það er náttúrulega að sjá netballið þetta að hinn eru komin á topp en þetta er ekki hluti sem við séum oft sko. Nei, ekki í þessu fyrstu leikjum. Þetta eru sko RP inn í hvað? Inn í Meteor Hammer. Og
Yngvi, já, notar midjurhammarinn en það er fínt dodge á Chromium sem er bara farin að fara með ekstra annars þar. Og nettorflítið núna 2 efstu kórarnir eru Dire main. Og nú ætla þær að taka út turnin, Dubious, óheppinn að vera hann inn í trjánum, tekin út. Og það er Greaves klárað á Underlord. Já, nú sé ég þetta gameplan svolítið krömbla hérna hjá Get Me Out. Fínt últi hérna, já, Axel nær að snúa honum hópahæri við hérna og leigubíldirinn er á leiðinni heim. En hann tekur bara einn með sér. Nei, hellu, wow. Herru, þetta hefur við séð áður. Í staðinn fyrir að fara heim. Að fara beint á creep. Við erum með annan fake taxi hérna maður. Já. Þetta var slæmt sko. Hann hefur allavega, já, ítt á Wilson taka í staðinn fyrir að fara heim. Og missir allar 2 hetjur sem hann hefði ekki þurft að missa. Yngvi er þetta með... sem er quickast. Yngvi er með grip sko. Og með... En hérna... Endakallinn sá þetta gerast og nær að bakka. Það var fínt últi hjá Snapfire en Dark Willow næra snúinu við sko. Yngvi er búinn að nota fjensgrip og þeir eru hann er aftur að plata á með einhverju múvirnum við. Sjá, ætla hann að snúa við. Yngvi döður. Og þeir vilja meira. Magnús týpar ábústið. Hann er með RP og hann er með blink. Chromium, endakallinn Palli og Axel fara hérna botlinni. Það gerir helviti mikið damage. Ok, það er skewer inn í double RP. En ekki mikið meira en það. Þarna vantaði Undying. Komin inn. Ég er líka dauður sko. Já, Beinir dauður, þeir tóku hann alltaf út af hann. Þannig að, ok, þetta var kannski svo slæmt. Þeir eru komin aftur ríkja network lead. Og endakallinn er að vera helvit feitur. Hvað? Skil ekki alveg hvað Beefy er að gera þarna, en tekur hitan. Langar í XP sko. Skilur eftir, hann hlýtur að taka þetta bara. Það er 4 manna smoke. 5 manna smoke manni. Og Palli verður vantarlega fyrir valinu hérna. Nei. Nætt bara sjálfan sig og það er tips all around. 3 tip á Yngvi hana. Það er vantarlega hlegið aðeins í herbúðum hans. En það er ennþá 4 hetjur sem er smokaðar sko. Og þeir vilja finna þannan mann. Og hvað getur hann plata mikið í hérna? Já, wow, hvað hann dirrat. Hús að træða á Snapfire, kemur ekki á vart. Þú er alltaf mikill Snapfire maður. Já. Þú spilar kannski ekki mikið sem core. Nei, ekki mikið, ég testa þetta sko, en náttúrulega það sem, þetta er náttúrulega, ég sé stundum sko, Boots of Travel er eiginlega bara líka farming item og náttúrulega líka bara að búa til space sko. Það er ulti poppa á Dubious, Tombstone er komin upp. Ok, þetta er svolítið messy fight. Hope og Harry, Palli er leiðin heim. Kemst hann kemst út. En endakallinn í djúpum skít. Maska Matis poppað. Þetta er kóla. Gekkja ulti hjá Lidge. En endakallinn fellur. Nú er komið tími fyrir Chromium til að sína hver ræðir hana. Komið með Diffusor Blade. En Dubious er helvíti sterkur og Hope kemst út auðvitað. Ok, þeir náðu snúa þessu við. Þetta leit náttúrulega sérstaklega vel út á hann tímabili. En Palli lifir af. Endakallinn fellur, en þeir snúa þessu við í mid-push.
lane placement það alltaf worth it, sko. Chromium komið í tryhard mode, sko. Þetta skemmtilega leikur. Sko, nota bene, leikur í gær sem klárast á 17 myndum og svo 24 myndum. Á móti Get Me Out, þannig að þeir að slá eitthvað met hérna, sko. Við erum að tala að það sé markmið, að lifa sem lengst á móti þessum mönnum. Já, þetta bara bragging rights. Menn að berjast farm hérna. Hann að fara í Axe á Bane og það gerir hvað? Það gerir reduces fiend's grip cooldown by 45 seconds. Creates 2 uncontrollable illusions that are also challenging. What? Jep. Þetta algjör steik, maður. Þetta svona mini PL dæmi hérna. Þú byrjir til illusions í kringu því sem eru líka að gera sama animation. Já. En Það náttúrulega líka hvað hann að... Cooldownið er vantarlega... Hvað segir þið? Ef ég maður rétt á að þú cancelar beinin þá cancelar ekki endilega ultíinn, sko. Þú ert að drepa Illúin. Já, þarf að drepa Illúin til þess að... Og... I don't get it, man. Það með AoE brains up, sko. Getið á, það með þrefalt fjandskripp eða? Hobo Harry, poppar ulti á Snapfire. Tombstone er komin high ground, Palli með 2 zombies á sér hérna. Ok. Og fjandskripp notað á Underlord. Beefy er með ulti, sko, bara nota þetta ekki. Óóóó. Sola RP, en hvað? Ekki neitt. Gott dodge á Chromium og einhvern döður, Hobo Harry reynum tippi út. Það er Rampage á Sniper. Já, ég vildi vera með meira hype kast, sko. Bara má ekki öskra hérna. Ég myndi hæpa mig í gangi ef ég væri að sjá þetta á sömu sekundu, sko. Skætti ég bara vera kamerun og þú tekur play-by-play? Play-by-play? Já, en það nefnilega máli er að við getum gert það í næsta leik, en hann að ég sé náttúrulega ekki, sko, á sömu sekundu það sem þú... Nei, reyndar, það er reyndar rastnælegt, við getum ekki gert það, sko. Það er skoðum aðeins itemum, það er Shadowblade á Phantom Lancer. Við komumst að réttu targetinu, komum sér í burtu. Það er TP á beininu niður, en það er engin með hann svo sem. Sjá hvað gerist. Það næt mér að vendalega fyrst. Þetta er æsispyrrandi. Herru, ég tjekkaði þetta. Þannig að þetta er... Þegar beinin er að ultía með Axe, þá þarf að stoppa líka Illúin. Það er gott Tombstone, Litchi dauður, Palli dauður. Og endurkallin er farin út. Minnum að þess að losses hana, missa inn á offline hedgi og 5-una. Og Chromium liður af, þeim langaði í hann til að byrja með. Lag. Wow, já, ég var að lagga svolítið. Streamið vantilega að lagga líka. Það er netið í einhverju rugli, vonandi heyrðu mér.
Ég heyrði þér allan eða núna sko, en það... Er ég komin inn aftur? Jú, ég er komin inn. En leikurinn minni frosinn sko. Ég veit ekki hvað ég þarf að gera. Get ég disconnectað og fara inn aftur eða? Já, svo lengi sem maður abandonar ekki sko. Það ætti ekki að vera neitt mál. Ég pröfu það. Ég get testað en á... Þannig að ég er í hinum leiknum. Ég náttúrulega sé ekkert gangi sko, ég verð að disconnecta. En streymið sjálft sko, það er líka einhver bulli. Ég gæti þurft að restarta streyminu. Ég vil samt vita smá inn í chatinu sko. Hvort að ef menn væri að betta núna, myndið þið betta á Get Me Out eða hina á Chromium Ég heyrði í mér en þið sá ekki leikinn eða eitthvað. Já. Leikurinn er bara alveg að lagga það sko. Já, ég er komin inn í leikins núna sko. Ég held ég fyrir að restarta streyminu. Þannig að ég ætla að slökkva streyminu og kveikja eftir á því, þannig að þið heyrið í mér. Þá skulið þið bara restarta eða refresha.